Þau hafa gert við okkur 4 ára styrktarsamning sem hljóðar upp á 4 milljónir og sem okkur mjög mikilsvert og ég ætla bara að fara svona lauslega í gegnum þetta þannig að auðvitað þurfa allir aðeins að leggjast yfir þetta hvernig lykillinn og hugsa því að hann kannski hann getur breyst á meðan að raunveru úttaka fyrir fram eins og sum okkur vita eftir í hvernig raðast í sætin. Húsakynnin eru hjá Ásbirni Ólafssyni og hér er ég með 2 snillinga fyrir fram mig. Landslýst Einvaldinn og Pétur, strákar, til hamingju með daginn. Takk fyrir það. Hvað, við vorum að kynnast lyklinum, við vorum að kynnast því hvernig þetta fer allt saman fram. Hvernig verður þetta? Og nýr samningur við landsliðið. Já, Ásbjörn Ólafsson var að gera tímamótasamningu við okkur til 4 ára upp á 4 milljónir. Svona samningur gerir það verkum að við getum sendt út lið með stæl, eins og við ætlum að gera. Þannig að þetta skiptir miklu máli að hafa styrktaraðila. Og eins og þið sjáu hvernig taka á mót okkur hérna í dag með þessum veitingum og í þessum glæsulu húsakynnum, þá er þetta alveg einstakt. Vali, nú varst þú, ég var með landsliðið þegar þið fóru til Norðurlandamót. Varstu ánægður með aðstöðu og eins og það gekk allt saman? Já, svona flestu leitinu til. Það mót var reyndar svolítið undir manna þannig að við fundum aðeins fyrir því. En þetta keppnisvæði í sjálfum sér mjög þægilegt og auðvelt fyrir okkur. En þarna var aðeins, það var líka verið að gera nýjan völl þarna. Og þeir voru svolítið bara eins og við Íslendingar, svolítið seinir að búa hann til og pröfa hann og græja og gera þannig að hafa svolítið svona öðruvísi efni á uppbytunarvelli og aðalvelli og svoleiðis. Ég veit að þeir eru búin að breikka núna, hann var líka svolítið mjór og þannig að þetta hlýtur að verða betra hvað það varðar. En hesthús og svona plássið er gott og ekki stóra brekkur og svona, það er gott að hjóla þarna og allt það Þannig að þið þekkið svolítið aðstöðuna og auðvitað verða þeir vantarlega búin að bæta það. En hvernig er það núna, hvernig kemst ég inn í landsliðið? Hvað þarf ég að gera til þess að fá að taka þátt? Ég segi náttúrulega sama við það fyrir að þú kemst ekki. Já, við vorum ekkert að tala um mig, þetta er bara hvað þarf ég að gera til að komast inn? Já, það er náttúrulega, nú er úrtakan framundan og það er auðvitað svona aðal hurðin inn og þar eru menn að keppa sæti og lykillinn stýri því hvernig það þróast. Það eru þarna ákveðin sæti, first sæti sem að með sigri þá nærðu sæti og síðan eru þarna einkunnarlágmörk í ákveðnum öðrum sætum sem að þurfa nást til þess að menn séu öryggir og annars breytast þeir í valshest í rauninni. Og það gildir síðan svona í grófum dráttum þarna 2 sæti til viðbótar og þá líka erum við að horfa í knappa sem eru jafnvel erlendis með góða hesta í gangi þar og þannig að menn hafa þá möguleika en þetta er svona í fljótu bragði svona. Og lykillinn til þess að komast inn og reglurnar fyrir knapana, get ég nálgast þetta einhvers staðar, Pétur? Þetta er allt verður komið inn á lhhestar.is á morgun. Þar er bæði knapa yfirlýsingin, eða svo yfirlýsing sem allir knapa þurfa að undirgangast og skrifa undir og lykillinn verður þar til að menn getur skoða og séð hvað möguleika hafa til að komast inn. Þarf maður að gera eins konar samning það að maður sem er góða hegðun og allar standa sig vel? Já, þú þarft allavega að vera edrú allan tíma, það er alveg hreina línur. Já, það er nú kannski eðlilegur hlutur á þessu, já, en það er kannski að minnast á það samt sem að. Við sem sagt förum eftir reglum ISI og í leið og knapinn er búinn að skrifa undir yfirlýsingu frá því hann fer í flugvél frá Íslandi og þangað til hann kemur heim aftur. Undirgengst hann þessar reglur og það er algjört sem sagt vínbann í svona ferðum. Þú ert væntanlega búin að vera að skáta út einhver hross undanfarið í vetur, er mikið á góðum hrossum sem við höfum búin að sjá í úrtöku til dæmis? Já, ég held að það veri alveg öruggt Það er það voraði dálítið seint hjá okkur, þannig að ég held að menn séu svona koma svolítið út úr húsunum núna en ég er búin að fylgjast með náttúrulega, já, fullt af hrossum og allskyns aðstæður og vera í sambandi við
hérna þá sem eru að keppa og eru byrjaðir að keppa í apríl og hérna þá meira úti en svo aftur meira hérna heima núna og þeir eru að raðast inn á þessi mót sem er í gangi og æfa sig og renna í gegn og taka stöðuna og bæði á Reykjavíkurmótinu og síðan verður núna á Selfossi er gríðarleg skráning, þar er töluvert af hestur sem ég á von á að sýni sig í úrtöku. 470 skráningar að ég man það rétt. Já, ég held ég geti bara skýrt þetta Íslandsmót strax. En hver er kannski skýringin á þessari gríðarlegu vakningu og áhuga í hestamennsku? Bæði því náttúrulega í T7 áhugamenn eru að koma sterkir inn, við erum að fá sterkari hesta. Hvað er að skýra þetta, strákar? Getið þið komið eitt svar við því það? Nei, við getum ekki komið eitt svar við því. Ég held bara að skráningagjöldin séu kannski orðin og lág og þess að þetta er svona mikill áhugi að skrá sig í margar greinar. Ég held að mótshaldar ætti kannski að fara að hafa skráningagjöldin örlítið hærri þannig að geti borgað dómurunum góð laun og... Já. Það er rétt, það var koma að sínu að. Þannig að þetta er spennandi hjá okkur. Ég spáði Palli með þá hesta sem eru út og þá okkar hestamenn sem eiga möguleika að komast í landsliðið. Er einhverjir farnir að banka á dyrnar þar? Já, það eru svona nokkrir að hamast á húninum og hérna eru búin að vera í sambandi og það er svo sem eru byrjaðir að keppa og farnir að tikka inn með tölur en það er ekkert sem að sko þetta fer allt á blað og síðan í raun og veru getum við ekki gefið neitt út fyrir að við erum búin að leyfa úrtökun að renna í gegn. Þá fer maður að sjá hvað er að verða úr liðinu, hvernig er liðið að verða til, hvað þarf ég inn í liðið til þess að styrkja það. Þannig að, en það eru já, vissulega knappar úti með mjög góða hesta í gangi og þeir eru kannski bara svolítið meira ábyrjandi því að þeir eru færri heldur en hérna heima. Við erum með svo marga í gangi hérna. Þannig að það kannski, við fáum kannski aðeins svona skýrari fréttir af þeim, skilurðu. En jú, þetta er svona. Hvenær fer úrtakan fram? Hún er í spretti? Hún fer fram í spretti og fyrri umferðin fer fram 10. júní og síðan er þarna smá pása á milli og seinni umferðin hefst inn í mótinu hjá þeim, þarna 12. og rennur þar með þeirra móti sem eru opið völdrangmót. Já. Og skráning byrjar 1. júní? 1. júní og lokar 7. júní. Þetta verður gríðarlega stórt og flott mót held ég. Sprettarar leggja mikið í þetta mót og vita að það verður mikið fylgst með því og þarna verður allur heimurinn með augun á hvað er að ske á Íslandi því að þarna sjá þeir gullin raðast inn á heimsmeistarmótinu. Já, það var rétt. Getur með þetta. Hann er alveg með þetta. Þetta er búin að fá útskýring á þessu. Gangi ykkur vel. Til hamingju með nýja samningin við Ásbjörn Ólafsson. Takk kærlega fyrir það. Gott að eru góðir sem að styðja við bakið á okkur hestamönnum og ef þú átt peninga þá er það bara hringi balla. Já. Það er ekki svoleiðis? Jú, legg inn bara. Hringja svo. Takk fyrir okkur, gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það.